Já, komið þið sæl. Réttur settur heiti á spjalli eða þætti sem við stefnum að því að vera með stundum vikulega, veltum nú kannski á aðstæðum. En þar ætlum við að taka fyrir, lögfræðileg álitaefni sem tengjast oft á tíðum fréttum líðandi stundar. Og ég í hlutverki leikmanns og spyrils og veit sáralítið júrítísk efni. En Gísli Tryggvason, vertu velkomin lögmaður. Takk. Þú ætlar að axla þessa byrði með okkur. Hvernig sjáum við fyrir okkur þennan þátt svona þess utan sem ég drap á hér í kynningu aðan? Já, mér það ljúft og kannski skylt að taka þátt í þessu. Þetta skemmtileg tilraun að finna eitthvað, allavega á 2 vikna fresti úr fréttum sem að manni finnst stundum daglega að vera eitthvað áhugavert. Ef maður hefur áhuga á lögfræði, annarkvort sem fagmaður eða leikmaður, þá mjög margt sem vaknar upp í huga bæði sem efni til þess að fræða fólk og þeir sem að vita ekki nóg lögfræði. Það margir sem að spyrja út í líðandi stundu og fréttir. Já. Hvernig stendur á þessu? Akkur þetta svona? Stundum fáum við mat ólíkra sérfræðinga sem til dæmis með reynisfjöru daginn og gott ef við munum ekki rappa aðeins það núna eftir síðar. En þá voru lögspekingar sem að voru með ólíka sýn og í rauninni túlkuðu lögina þér veistust ólíkt hvað varðar mannréttindi og rétt eða skyldur ríkisins. Já, og annara. Ég kem sjálfsagt með þriðju nálgunna núna. Það því miður það oft þannig í hugvísindum eins og lögfræðin að það ekki augljós ein niðurstaða. Nei. Sumir telja það sé alltaf ein niðurstaða, eins og Jón Steinar Gunnlaugsson hefur talað fyrir. Það sé bara stundum erfitt að finna hana, en ég held að sé nú fleiri á hinni skoðun að það mikið matskennt í lögfræðinni að það erfitt að segja að ein niðurstaða sé alltaf eða oftast augljós eða nærtæk. Já. Þess vegna náttúrulega skiptir bakgrunnur til dæmis dómara og annara valdhafa sem að hafa úrlausnarvald máli, eins og við ræddum einhvern tímann að þegar dómara koma allir úr einni átt eins og þeir gerðu gjarnan, yfirstétt, hægra megin, kallmenn, höfuðborgarsvæðið. Já. Það ekki fyrir í seinni tíð sem að konur, vinstri menn eða allavega ekki harðir hægri menn landsbyggðarfólk fóru að dæma í einhverjum mæli. Við getum kannski litið á þetta sem almannaþjónustu, upplýsingaþjónustu við almenning. Já, þetta Já, það sem við ætlum að reyna að gera. Þú hefur náttúrulega verið í þessu í áratugi að fræða og ég verða að viðurkenna, ég hef alltaf haft gaman að því kannski að ég komin að kennurum að alveg síðan ég var ungur laganemi þá hef ég haft gaman að því að fræða sem blaðamaður með fasta pistla og síðan sem framkvæmdastjóri Bandalags háskólamanna þá var ég ofta að fræða lög og rétt sambandi við ráðningarréttindi réttindi og skyldur opinberra starfsmanna aðalega. Síðan var ég talsmaður neytenda og þá hafði ég ekkert vald nema rökin sem ég kom með í málum ég hafði ekkert svona úrskurðarvald eða sektarvald. Þannig að ég svolítið enn í þessu að fræða, hef gaman að því, já. Og samstöðin stöð almennings. Eigum við að kíkja á fyrsta málið sem okkur langar að ræða. Það má kannski nefna að Morgunblaðið flutt okkur frétt, ég held að það bara verið í gær sem tengist eins og Guðunesmáli eða tálbeitu. Það hvar spennan í þessari frétt? Hver svona... Já, það nú búið svo margar fréttir af þessu máli og margar spennur, Það talað tálbeitur, í þessari frétt, en tálbeita iðulega notað sem hugtak yfir manneskju á vegum lögreglunar sem að
fá glæpamenn til þess að ná glæpamönnum og þá spennan í slíkum málum sko að tálbeitan má ekki ganga og langt í að fá menn til þess að fremja glæp sem þeir hefðu annars ekki framið. Heldur frekar verið að reyna að upplýsa brot sem hefðu verið framinn sko. Já. Þannig hins verið að nota orðið tálbeita yfir einstaklinga, ungt fólk sem að taka þau upp í sjálfum sér að lokka meinta barnanýðinga fram og ná þeim og veita þeim einhvers konar ráðningu sem auðvitað búið að vara við og síðan fer þetta í þessu tilviki Guðunismálinu út í það að maður deyr og þetta blandast náttúrulega inn í þetta hrein fjárkúgun og nú voru fréttir af því sagðar að einn sakborningi í málinu hefði reynt að fá annar sakborning til þess að taka á sig alla sök og slíkt getur auðvitað samkvæmt íslensku lögum verið refsivert en menn eru að benda á sjálfa sig þá það kannski rangur framburður. Það allavega þegar alls saklaus maður tekur á sig sök þá getur það verið refsivert að taka á sig sök, rangur framburður. En þegar eins og í þessu tilviki það sem hugsanlegur samverknaður, menn standa saman á því að deyða mann með einhverjum hætti, allavega lítur rannsóknin og ákæran að því held ég. Að þá kannski erfiðar að segja að það sé refsivert að gera þetta sem að þessir sakborningar voru að reyna og inn í þetta blandast nú að ef að maður hefur samþykkt að taka á sig sök sko, þá getur það haft áhrif samkvæmt íslensku lögum og það nú til kandidatsritgerð þetta tiltölulega nýleg sem fer yfir norræna rétt sko, þetta aðeins öðruvísi í Noregi og Danmörku og svo Svíþjóð og Íslandi en það eru til dómar þetta frá Hæstarétti þar sem að menn jafnvel gerast sekir brot á lögum rangan framburð fyrir rétti og lagaákvæðum rangar sakargiftir. Já. Svona aðeins og ská inn í þetta kemur það fyrir að við blaðamenn notum röng hugtök já, það þannig að við erum náttúrulega ekki löglærðir sjálfur, fæstir okkar, það var reyndar þannig að þú varst að tala að þú hefur áður verið blaðamaður, ég var einu svona ritstjórn þar sem voru 2 lögfræðingar á meðal blaðamanna. Já, hvar var það? En það var á sko degi tímanum að ég hygg í Bræðingnum og þegar þessi 2 blöð saminuðust og ég man eftir fleiri ritstjórnum þar sem að lögfræðingar voru í ritstjórninni en þetta svona á því sem við blaðamenn köllum gullaldarárinni þegar var svona... Já, ég held að það sé nú orðið aðeins víðar, það blaðamaður á DFF sem lögfræðingur, skólasysteminn held ég og svo nú lögfræðingur í fréttasettinu hjá Sín, Stöð 2 þannig að það sem betur aðeins aðeikast. Einmitt. Eigum að fara þá, erum við búin að tæma þetta sem þú hefur að segja Guðunismálið? Já, það var líka annað refsimál sem að þið nefndu þegar vorum undirbúið þetta með að reyna að, ekki koma sök á aðila heldur. Hilma yfir, sko. Nánasamböndum og einhvers. Já, það voru sagðar fréttir af því í sorglegu máli eins og þessi máli eru nú oftast að nánir vandamenn hefðu reynt að hilma yfir í menningarnætur morðmálinu og þar það þannig í íslensku lögum að það getur verið refsilaust að hjálpa nánum vandamanni að komast undan saksókn. Og eitthvað getur verið að dómsmálaráðherra vilji breyta því en þannig þetta núna. Einmitt. Eigum við að svissa yfir í virkjanamál, virkjunarleyfi til bráðabirgða, ég hef nú fann að sjá svo illa, ég að setja gleraugun, virkjunarleyfi til bráðabirgða, eins og einhver sagði, til varanlegra spjalla á náttúru, þá erum við að tala það að Umhverfis-Orkustofnun hefur veitt Landsvirkjun virkjunarleyfi til bráðabirgða vegna undirbúningsframkvæmda við Hvammsvirkjun. Já,
Þar nú ekki sérfræðingur en það eru næstu því 30 ár síðan ég var aðeins að vinna fyrir Landsvirkjun varðandi línulagningu og slíkt, ekki eins umfangsmikið og virkjanir en það náttúrulega alveg ljóst að Hæstiréttur dæmdi samkvæmt þágildandi lögum í þessu máli og felldi úr gildi leyfin sem að voru komin. Svo setur Alþingi lög sem að kannski má kalla sérlög að það eigi að vera heimilt að virkja þarna og þá telja sumir að það sé einhvern veginn verið að fara inn á svið dómsvaldsins en það held ég sé nú ekki. Það hefur gerst iðulega að löggjöfin bregst við eftir á eða þjóðþingið að þegar dómstólar hafa kveðið upp úr hver réttarstaðan var að þá breytir löggjöfin réttarstöðunni og það fullkomlega heimilt og margir myndu segja að það veri fullkomlega lýðræðislegt að þjóðkjörnir fulltrúar ráði meiru en nokkrir embættisdómarar. En mér finnst eins og fleiri hafa nefnt mjög skrítið að tala virkjunarleyfi til bráðabirgða. Það að vísu talað að það sé verið að leyfa að halda áfram með framkvæmdir sem voru hafnar. Já. En þegar er að ræða óafturkræf eða illa afturkræf afturkræfar framkvæmdir, þá finnst mér voðalega skrítið að tala til bráðabirgða. Og þá spurning verið að ýja því þegar stjórnvaldi veitir svona leyfi að það verði þá veitt til frambúðar líka. Já, það skiptir nefnilega máli hvaða orð við notum upp á pólitíkina oft í málum. Já, einmitt, þetta áhugavert. Eigum við að kíkja á Reynisfjörumálið sem við innbröðum á áðan. Já. Og hvernig á ég að það svona ábyrgð aðila við heyrðum lögmenn deila einmitt ábyrgð, sök, skyldur ekki alls fyrir löngu og ég átta mig sjálfur bara ekkert á því hvað er rétt og hvað manni á að finnast þetta lagalega úrlausnar efni. Hver er þín skoðun á því? Já, í fyrsta lagi þetta náttúrulega ekki bara lagalegt, þetta náttúrulega fyrst og fremst bara samfélagslegt og verkfræðilegt, tæknilegt úrlausnarefni að reyna að hindra slys þarna. En ef við förum yfir í það sem ég hef meira vita á en slíku lögfræðina, að þá nú fyrsta nefnilega ég hef nú aldrei komið hana, ég þarf að fara að koma mér hana, en maður hefur séð ótal fréttir og myndskeið frá þessum stað. Ef maður skjóta inn í það varast fjöldi Íslendinga sem eftir þetta skelfilega barnaslys barnsins sótti Reynisfjöru heim í fyrsta skipti. Já. Þannig ef það verið að tala það er hægt að tala náttúrulega bæði refsiábyrgð á því að vera valdur að dauða mannesku beint eða óbeint, en það hefur nú enginn talað það, þannig ég ætla nú ekki að eyða miklu púðri í það, en það sannst hægt að vera svo ábyrgur eins og í vinnuslysum eða óbyrgur þegar maður hefði átt að sína ábyrgð að það getur komið til refsiábyrgðar þegar manneskja deyr. Getum við að kalla það glæpsamlegt gáleysi? Já, eitthvað svoleiðis. Manndráp á gáleysi eða refsivert athafnaleysi, fyrirhyggjuleysi. En ég ætla ekki að eyða miklu púður í það, heldur frekar í bótaábyrgðin sem hefur verið mest rædd, skaðabótaábyrgð. Og þá fyrst að nefna það sem að prófessor í skaðabótarétti hóf nú eiginlega kennslun á í gamla daga að segja að meginreglan að menn bera sjálfur ábyrgð á sér. Það bara það sem kallað var lífets risiko. Ef maður lendir í einhverju, loftsteini eða gengur fyrir björg eða eitthvað, þá það yfirleitt maður sjálfur. En þegar að ræða börn og neytendur eins og kannski í þessu tilviki þegar það einhver atvinnustarfsemi tengd þessu, þá flækist málið. Nú Robert Spano, prófessor, hefur innbráð því sem fyrirverandi forseti Mannréttindadómstóls Evrópu að það kunna koma til bótaábyrgðar ríkisins fyrir að hafa ekki sett skýran lagaramma eins og væri kannski eðlilegt. Mér finnst það nú
svolítið að sækja vatni við lækinn sko, en það er auðvitað hugsanlegt, hann er sérfræðingur í þessu. Mér finnst nærtækara að skoða bótaábyrgð út frá reglum ábyrgð fasteignareigenda og út frá reglum ábyrgð svona skipuleggjenda. Og í sumum tilfellum getur þetta farið saman, en hugsanlega hafa landeigendur þarna passa sig á að vera ekki með sko beinlínis sölu inn á svæðið, heldur skákaðir væntanlega í því skjólinu að það sé verið að rukka bara fyrir bílastæði. En svo hafa þeir væntanlega staði fyrir einhverjum skilta merkingum og björgunar búnaði sem að allavega fréttir sögðu frá að væri gallaður. Þannig að mér finnst svona alveg hugsanlegt að það komi til í þessu máli eða einhverju svipuðu, þetta nú gerst sorglega oft, að það komi til bótaábyrgðar fasteignar eiganda og landeigenda og þeirra sem að hefðu átt að standa öðruvísa málum. Og þá má kannski skoða eins og gertir í skaðabótaréttinum hversu dýrt hefði verið að fyrirbyggja slys eða stuðla því að minnka líkur á slysum. Ætti til dæmis að standa bara að börn eiga ekki erindi hingað. Það veri ákveðin viðvörun af því að í þessu tilviki var það til dæmis barn sem að dó sem að eru auðvitað léttara og ekki eins sint og ekki eins klárt sko og auðvitað mjög sorglegt, en það væri ein leiðin að bara segja börn eiga ekki erindi hingað. Eða þetta sem að mikið hefur verið talað að skiltin hafi verið sko ekki nógu góð og einhver hafi verið fokinn og átt eftir að setja upp. Reipi hafi verið stutt og lélegt. Gult svæði sem vitna var til og einhver skilti sem stóð en engi fann línuna. Já, gult svæði og þarna hefði kannski átt að lofa rauðljós með hvað veðri var vont þessa daga eða þennan dag. Þannig að það er mjög margt sem manni finnst svona varhugavert og mig grunar að nú sé verið að skoða það lögfræðilega líka hjá landeigendum sko er einhver ábyrgð, hvernig ætlaðu þau að verjast ef að það kemur til ábyrgðar. Og kannski hefði verið eðlilegt að eyða því frekar í einhverja tæknimenn sem að hefðu fyrirbyggt slys. En tilgangur skaðabótaréttarins eins og reyndar refsiréttarins, hann er ekki bara að bæta tjón sem hefur orðið. Það er semst, ef að aðstandandi sækir bætur fyrir missi nákomis ættingja, þá er það einn tilgangurinn. Annar tilgangurinn er varnaðaráhrifin. Skaðabótarétturinn hefur það í för með sér, eins og við þekkjum kannski betur frá Bandaríkjunum, það sem hann passa sig mjög vel að því að bætur getur orðið svo háar. En sko ef að landeigendur vita það að ef þeir standa illa að verki og merkingum og öryggisatriðum, að þá geti vofað yfir þeim bótaábyrgð allavega, að þá kannski standa þessi betur. Því miður er það oft þannig að bæði refsivöndurinn og fjárhags áhrifin af bótaskyldu geta haft þessi varnaðaráhrif. Og manni dettur í hug að þetta mál núna gæti vísað að einhverju leyti út fyrir sig að svona fleiri landeigendur hafi fengið spark í rassinn og svona sjáu fyrir sig að mér finnst þetta samt svona frábrugðið því til dæmis þegar verður slys við flúðasiglingar eða bara við að labba við á, en það vita að allir fullorðnir einstaklingar að maður verður að passa sig við straumþunga á, en það vita það kannski ekki allar fjölskyldur sem mæta í sko Reynisfjöru að þarna sé bara manndrápshætta. Og skiltið sko tók ég eftir í fréttum að það tala lífshættu á íslensku en bara hættu á ensku. Mér fannst það til undarlegt misræmi. Þarna ætti kannski að segja lífshætta líka á ensku. Já, og flest kynningarefni þetta náttúru fyrirbæri vísa til fegurðar og stórfengleika en hlemmst bara ef við rýnum í efni á ensku eða erlend tungumálum þetta sem hefur verið nýtt af hálfu þeirra sem hafa markaðsett þetta, þá er eiginlega ekkert rætt hættu. Nei. Og þarna er auðvitað stundum væntanlega að ræða sko fólk sem kemur á eigin vegum, bara á bílalegu bíl eða eitthvað. Aðrir koma kannski í skipulegum ferðum og þá reynir á
hugsanlega ábyrgð, ekki bara landeiganda og landeiganda, heldur líka skipuleggjanda og þar getur þú sagt frá því að fyrir rúmum 20 árum flutti ég mál fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur sem að ríkið áfrýjaði ekki að því að það vildi kannski ekki fá fordæmi. Þar var að ræða skipulagningu ferðar á vegum spítala og sjúklingar og hjúkrunarfræðingar voru sem sagt í ferðinni. Einn sjúklingurinn misti stjórn á sér og tók einn starfsmanninn, einn hjúkrunarfræðinginn eiginlega í tímabundna gíslingu og sló mjög harkalega. Þannig að það olli varanlegu heilsutjóni og það var ákveðið það sem ég var að vinna hjá BHM og fyrir hjúkrunarfræðinga að það var ekki við hæfi að stefna geðsjúklingnum sem að þarna átti í hlut. Hann var í rauninni ekki almennilega ábyrgur gerða sína, heldur var ákveðið að stefna skipuleggjandanum sem var Ríkisspítalinn og það mál vannst með því að þar hafði skipuleggjandinn ekki haft nægilega góða umgjörð, til dæmis að vera með bara öryggisatrið á hreinu og svona gæslu fyrir í þessu tilviki miðaldraði eldri konur sem voru hjúkrunarfræðingar. En sko þessa utan ekki sjaldgæft að svona ferðir séu farnar. Mér finnst bara merkilegast að svona ferð hafi verið farin. Með sjúklingana? Var þetta nauðsynlegur flutningur? Eða? Nei, þetta var nú skemmtiferð sko. Skemmtiferð starfsmanna og sjúklinga? Já, þetta var nú skemmtiferð fyrir sko sjúklingana til þess að veita þeim. Já, þjónustuferð fyrir sjúklingana. Já, svona bara til þess að þeir hefðu eitthvað annað að gera en bara að setja inn í sko. Það held ég nú að verið mjög eðlilegt sko. Já. En já, og svo það er líka frægur dómur sem ég held að hafi farin upp í Hæstarétt fyrir 20-30 árum. Það var slys við Glim í Hvalfirði. Þar var maður sem var í skipulagðri ferð og ofan á hann féll steinn og hann misti held í fótinn og sá fór í mál við skipuleggjandann sem bar ábyrgð á þessu. Ég man ekki alveg hvort það var að því að það var slæleg öryggisgæsla eða hvað eða lélega viðvaranir en skipuleggjendur bera iðulega ábyrgð. Þannig að það er af nóg að taka í þessu sorglega máli. Heldur betur en búið að vera mjög upplýsandi að heyra þessa punkta frá þér. Eigum þá að renna okkur yfir í mál sem að, ég get nú bara sagt með nokkur stoltið að maður hafi kannski átt einhvern þátt í að koma í umræðina að eftir sumarfrí þá bjó ég yfir upplýsingum bílastæðagjöld og vafasamar rukkanir í þeim efnum. Við veitum, þú veist hvernig þetta á sumum bílastæðum bara topp þjónusta, þú kemst á klóstið, þú borgar hóflegt gjald og allt í fínu lagi og það eru til fyrirtæki sem að reyna ekki að senda út einhverjar sektir eða eitthvað svoleiðis og bara hóflegt gjald, 600 kall eða eitthvað svoleiðis og kunni bara þakka fyrir sig að það sé fólk sem að týnir ruslið og eitthvað svona fyrir gestin en svo eru bara önnur fyrirtæki og jafnvel stofnanir sem að seilast ansi langt og ég var með Breka Karlsson strax eftir sumarfrí í síðustu viku þar sem við vorum að ræða þetta, hann var að bílastæðamálin, hann þetta er svona í sömu tilvikum einhvers konar vilt vestur og hann sagði að 5 kvartanir berast neytendasamtökunum á hverjum einasta degi og hann sagði að það væri ekkert sem benti til þess að sektirnar þegar þú hefur ekki greitt eitthvað og svo færðu innheimtu kröfu upp á eitthvað 6-7 skall held ég í stærstu tilvikunum hann sagði bara ekki borga þetta fyrirtækin hafa ekki heimild til þess að sagt ykkur, það þurfa að vera opinberir aðilar og er þetta augljóslega þannig? Sko ég veit að neytendasamtökin eru að gera einhverja úttekt á þessu ætla að bregðast við þessu gjörbreytta umhverfi sem er komið í þessi mál og það má kannski segja að frá hagfræðilegu sjónarmið sé gott í borginni eða í öðru þéttbýli að rukka fyrir þessi takmörkuðu gæði sem að bílastæði eru en svona lögfræðilega og neytendaréttarlega þá
má nú fyrst minna á það að það eiginlega bara 3 leiðir til þess að stofna til kröfu fyrir utan svona sjaldgjafa leið sem heitir órétt með dauðgun. Það í fyrsta lagi þegar lög kveða á að einhver eigi að borga eitthvað, bara eins og skattar. Í öðru lagi þegar samningur stofnast, maður ákveður að kaupa flösku af vatni eða kóki, þá það samningur sem kveður á maður eigi að borga. Já. Og svo það skaðaverk. Eins og við vorum að tala um áðan þegar maður með athöfn eða athafnaleysi veldur tjóni og þá spurningin á hvaða grundvelli sækja þessi bílastæða fyrirtæki eða milligöngu aðilar sem eru að vinna iðulega fyrir fasteigna eigendur hvernig sækja þau rétt sinn til þess að krefja fólk þetta það ekki með lögum, það stendur hvergi lögum almennt að menn eigi að borga fyrir að leggingstar. Það ekki með skaðaverki, það ekki, maður veldur ekki neinu tjónum eða leggja það sem maður má leggja. Þannig að það væntanlega í samningaréttinum sem að fyrirtækin sækja sína stoð. Já. Nú það ekki skrifa undir samning, það ekki skilvirkt að maður þurfa að skrifa undir samning að mega leggja hér í korter. Þannig að það fyrirtæki byggja væntanlega á því sem kallað samningsígildi. Það að segja þú ákveður að kaupa þér þjónustu vitandi hver gjaldskráin vitandi í fyrsta lagi það sé gjaldskylda og vitandi hver gjaldskráin Já. og þannig það iðulega þegar maður fer í sjálfsala eða í nútíma umhverfi að sækja sér þjónustu og þá snýst þetta skiltun og eins og þið lögðu þessa spurningu upp hægt að rukka mann óafvitandi bílastæðagjöld, ég held að svari við því sé alveg örugglega nei en maður veit ekki að þessu eða gat ekki einu sinni vita að þessu ég meina þegar maður keyrir inn í Hörpuna þá sér maður sæmilega, maður ekki hálfblindur að það sé gjaldskylda og hver gjaldskyldan það þarf að koma líka fram hver hún Einmitt. Og þá eðlilegt að rukka fyrir það ef það ekki óhóflegt síðan menn að kalla þetta stundum sektir, það væntanlega rangnefni, ég meina sektir heiti á refsingu sem að ríkið leggur á sem viðurlög við refsiverðuverknaði en ef við köllum þetta eitthvað annað, févíti eða vanskilagjald eða eitthvað þá þarf það líka að sækja stoð sína í gildan samning eða gilt samnings í gildi og það má minna á það allir með dráttarvextir sem staðlaðar skaðabætur fyrir að greiða kröfu of seint ef að þú skuldar 1000 krónur og færð rukkun þá má 30 dögum síðar eftir að þú fékkst rukkunina rukkaðu dráttarvexti, ekki fyrr eins og mjög margir gera, það iðulega laður á dráttarvexti bara eftir nokkra daga sem óheimilt nema samningur leyfi lög leifað ekki fyrr eftir 30 daga þannig að úr því að ríkið hefur sett lög vexti og þar með dráttarvexti getur þá bara hver sem ákveðið að kalla eitthvað gjald vanskilagjald, ég held ekki það þarf að vera allavega vel skiltað og það þarf að vera hóflegt annars þetta víkja því til hliðar en því miður það hérna þannig að það ekki að vera í hópmálsókn nú sögðu því frétti í morgun að samtök ferðaþjónustunnar eða mörg fyrirtæki innan þeirra samtaka ætla að taka þátt í alþjóðlegri hópmálsókn út af misnotkun á markaðsráðandi stöðu eða samkeppnisbrotum hvað heitir það þarna, hotelbooking eða eitthvað svoleiðis? Já, þau geta gert þetta í krafti laga í útlöndum en neytendur hér geta ekki farið í hópmálsókn nema að stofna eitthvað flókið fél á eitthvað sem að sumir kalla hópmálsókn þannig að það ekki hægt að fara í hópmálsókn til dæmis út af bílastæðagjöldum sem að mér finnst eðlilegt en þess að ef það væri bara sá möguleiki fyrir hendi þá myndu fyrirtækin passa sig og svo endalaust tekist á hvort þetta hafi verið merkt sönnunarbyrði hvort þú sért sem sagt upplýstur sem neytandi það að eigi að rukka þig Já, það kannski ekki flókið að taka mynd af skiltunum og svona en það auðvitað flókið fyrir venjulegan mann
að takast á það fyrir dómi sem kostar 100.000 ef ekki milljónir þegar gjaldi þó bara 6.000 þessu í Þustuluki eða 12.000 eitthvað skilur margir sem flýja vesinn bara með því að greiða já, og þeir skáki í því skjóli að atvinnulífinu hefur tekist að koma í veg fyrir hér að hér séu lög hópmálsókn og fyrir vikið þá viðgengst svona lögleysa mjög oft þetta er svo sannarlega eitthvað sem verður áfram rætt. Takk fyrir þetta. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra farin að skrifa Facebook-færslur þetta. Já, lendi hún í þessu sjálf eða? Nei, ekki hún sjálf. En eitthvað sem hún hefur kannast við og þar er gjaldið sem nefnt 5.750 krónur eftir því sem kemur fram á síðu Hönnu Katrínar. En við skulum þá fara í, ég veit nú ekki hvort við getum kallað þetta skemmtilegri frétt. Það er nú kannski ekki víst að öllum finnist það, en RÚV flutti okkur frétt það að sauðfé legðist á kirkjugarð og ætti sumarblóm upp til agna og það náttúrulega alls ekkert fyndið og getur valdið fólki eflaust bara mjög miklum skaða. Það nú fátt sem viðkvæmari en dauðinn og eftir sjá okkar gagnvart okkar látnu ástvinum sem mörg okkar heimsækjum reglulega kirkjugarðana. En spurningin má beita fé hvar sem og jafnvel á kirkjugarða? Já, þarna ætti nú að vera skýrt svar að það mætti að sjálfsög ekki beita fé en má fé sleppa út og fara óvart í kirkjugarða hvaða afleiðingar hefur það það eins og nefnir, það tilfinningatjón en maður hefur sett sumarblóm á leiði ástvinnar ég held að svari sé því miður ekki eins skýrt og ég hefði viljað það nú einhver munur á því eftir sveitafélögum hvort að svokölluð lausaganga búfjár sé leyfð og ef að hún leyfð þá getur þetta verið svolítið flókið ef að hún hins vegar ekki leyfð þá væntanlega á búfé eins og kindur ekki að sleppa inn í kirkjugarða frekar en annað ég myndi vilja að reglan væri þannig að ég nú trjáræktandi að þeir sem að eiga búfé beri bara ábyrgð á því að gera það inni að það sé ekki trjáeigendur eða kirkjugarða umsjónaraðilar sem þurfa að gera það sitt frá búfénu það vill svo til að ég sótti einu sinni bætur fyrir skjólstæðing það var endur ekki út af kindum það var út af geitum þá hefðu geitur stokkið yfir girðingar þar sem þeir áttu að vera geymdar og skemmt mjög sumarbústaða garð og skjólstæðingur minn fékk að lokum bætur fyrir þessi spjöll og ég held að það sé nú ekki að því að þetta voru geitur en geitur eru held ég duglegri að stökkva en kindur þó ég sé ekki vel á mér í því En þetta var heilmikið mál að sækja þetta og allt og mikið mál fyrir venlegt fólk en það vannst að lokum en maður myndi vilja sjá fleiri fordæmi það að búfjáreigendur bæru bara ábyrgð á að gera það sitt fé inni frekar en aðrir að passa sig fyrir þeim Hefur það fyrir að líða á tíma okkar við erum hérna með eina spurningu hvort faðmlag í skemmtiferð sé brot á lögum eða góðum siðum og þar verið að vitna til fréttaflutning sem að ég held að Morgunblaðið hafi startað á laugardaginn síðasta ríkissáttasemjara sem nú Ástráður Haraldsson verið umræða hans mál sem að ég held að flestir þekki ég ætla ekki að endur segja það en getum að spurt eins og ég spurði Já, spurningin liggur fyrir að þetta hafi verið faðmlag ég hef bara séð fréttur að þetta hafi verið óþægileg snerting en það var ekki ég hef ekki séð fréttir hvernig snerting en ef við gerum eins og áðan að skipta þessu upp í refsirétt og annað réttasvið þá er náttúrulega í fyrsta lagi hægt að ímynda sér refsiviðurlög við einhverju káfi og það hafa verið þjóðþekkt mál út af slíku
nýlega til dæmis. Þannig að það getur verið refsivert, en ef við segjum að þetta sé utan við þann ramma, þá er spurning, getur þetta haft einhver önnur áhrif? Það er náttúrulega í fyrsta lagi bótaábyrgðin og svo eins og þarna virðist vera gefið í skyn að þetta geti haft einhver vinnuréttaleg áhrif og það vil nú svo til að maður sem á hlut er nú sérfræðingur í vinnurétti og mér finnst svolítið skrítið að eitthvað sem að maður er vændur 3 árum síðar að hafa gert sem verktaki að það geti haft vinnuréttalegar afleiðingar í starfi, embætti sem að maður gegnir nú. Þó þetta sé sami vinnustaður, þá er þetta ekki sama réttarsamband. Eitt er þegar annar ríkissáttasemjari réð Ástráð sem verktaka, sem einhvers konar aðstoðarsáttasemjara og seinna varð hann held ég vara í mannaðarsamteki en nú er hann skipaður embættismaður og það mér finnst svolítið hæpið að grafa þá upp 30 ára gamalt mál. Ég veit þetta ekki hversu alvarlegt þessi meinta snerting var en það getur tæplega haft starfsréttar afleiðingar í núverandi embætti mannsins. Einmitt. Komast við yfir fleira ef þú kíkir á klukkuna eða erum við fallinir á tíma? Já, við getum sjálfsagt tekið stuttlega á 1 eða 2 fréttum. Ef að enda á mjög svo hvað maður að segja mikilli sprungu þreytu sem varðar hjá mörgum. Ég var síðast í gær að tala við forvarna fulltrúa hér á samstöðinum brennivínsmálin og hvernig allt veður upp þar í sölu og svona verður að breyta viðmiðum og við höfum orðið vitni að miklum breytingum á aðgengi að áfengi og svona og fyrrverandi heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra Sif Friðleifs, hún segir þetta furðu að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafi ekki enn lokið rannsókn á fólki sem selur áfengi á netinu í trássi við lög. Hvar ert þú staddur í þessu? Já, ég undrast þetta nú eiginlega oft í viku, hvað menn ganga langt í að auglýsa og bjóða upp á áfengi, bæði framboði sjálft og auglýsingin og duldu auglýsingarnar. Og þarna kom ég að þessu sem talsmaður neytinda í samstarfi við fjölmarga aðra að reyna allavega að sporna gegn því að þetta yrði sýnilegt eða falboðið börnum. Síðan finnst mér eins og Sif nefnir í þessari ágætu grein furðulegt að þetta sé ennþá á meintu gráu svæði eða ennþá í skoðun. Mér finnst að svona ég vera löngu komið í ljós af hálfu saksóknarvaldsins og dómstóla hvort þetta er bannað eða refsivert. Spyr spurninga rannsóknar vilja. Já, auðvitað skilum maður það að lögregluembættið í Reykjavík og víðar og forgangsraði morðum og nauðgunum ofar en þessum málum en það þarf samt að sinna þessum málum og hugsanlegum brotum á sérrefsilögum eins og áfengislögum verður að sinna. Annars verður bara komið ljós, þetta er ekki refsivert. Það verður annarkvort að komast að þeirri formlegu niðurstöðu hjá embættinu eða hjá dómstólum ef það er hægt að halda því fram að þetta sé refsivert, þá verður að láta reyna á það og svo kemur annarkvort sakfelling eða sýkna og þá getur löggjafinn eins og við nefndum áðan í virkjunarmálinu og öðrum málum þá getur löggjafinn brugðist við, eigum við þá að laga réttarastandið ekki. Mér finnst ófært að þetta sé endalaus deila hvort þetta sé refsivert, hvort þetta sé leyft. Það er líka slæmt fyrir þá sem vilja hafa atvinnu af því að bjóða áfengi til sölu, að þeir sé í óvissu. Já. Ég er amaður þannig að ég læti þetta ekki snerta mig persónulega. Ég komst alltaf í áfengi þegar ég vildi. Mér fannst það ekki vera vandamál. Mér finnst aðalmálið að þetta sé ekki falboðið börnum og að mér finnst það svona draga undan virðingu við lögin ef það er endalaust hægt að deila hvað er leyfilegt og hvað ekki. Auðvitað geta lögmenn verið á mismunandi skoðun eins og við nefndum í Reynisfjörumálinu hvað er nærtækasta hugsanlega bótaábyrgðin. En að ríkisvaldið sé ekki með á hreinu löggjafinn, ráðherrar,
lögreglustjórar og dómstólar, hvort þetta leyfilegt ekki, það bara varðar við atvinnufrelsis ákvæði stjórnarskrárinnar líka. Já. Og líka ákvæði stjórnarskrárinnar að það gæta lýðheilsu og börnum. Það er nefnilega það að þegar þú segir að maður skilji það að lögreglan fari frekar í rannsókn og ofbeldisbroti beinu og einhverju svona einu tilviki heldur en svona, þá væri samt hægt að færa mjög mörg rök fyrir því að lýðheilsuleg og forvarnarleg og samfélagsleg áhrif af því að draga lappirnar í þessu máli geti trompað hvert þjófnaðan og fætur öðrum. Já. Ekki satt? Jú. Já, einmitt. En Gísli, það búið að vera mjög áhugavert og skemmtilegt að þreifa sig hérna áfram í þessu nýja formi sem að við erum með, réttur settur. Við höfum gert okkar besta til þess að hérna ræða á mannamáli, kannski að sumuleyti flókin álitaefni, úrlausnarefni, öll tengd fréttum líðandi stundar í þetta skiptið. Leiðir ekki bara sæmilega með þetta? Jú, mjög vel. Það var gaman að hitta þig og vonandi bara verður þetta reglulegur þáttur eins og við stefnum að. Sömuleiðis, kæra þakki fyrir komuna. Takk. Og við vonum, kæru hlustendur og áhorfendur, að ykkur hafi líkað þessi frumraun, kannski hefum við eftir að slípa þetta og ná betri tökum á forminu, en segjum þetta gott í bíli, en ekki fara langt, við höldum áfram með þáttinn. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.